stærsta íshellin og stórfenglegustu ísborgirnar. Umsjónarmaður er Ómar Ragnarsson. Seinni hlutin verður sýndur á mánudagskvöld. Höfuðfjall Austurlands, Snæfell, rýmir sjóndeildarhringinn þegar við svipumstum í Jökuldalshreppi þar sem aðeins búum 140 manns. Niðurskurður á sauðfjárbótanum hefur bitnað hart á mörgum, en hvílíkar gersemar eru innan hreppabakkanna. Hér sjáum við helstu staðina sem við ætlum að skoða fyrst í vetrarbúningi. Við komum á útmánuðum 1996 að bænum Klausturseli. Strax á leið að bænum vekur brúin yfir Jökulsá athygli. Útlit hennar og uppruni á sér ekki hliðstæðu á Íslandi. Hún var járnbrautarbrú í Bandaríkjunum en flutt til Íslands árið 1905 og flutt á hestum meir en 100 kílómetra vegalengd frá sjó. Í Klausturseli er vinnustofa, gallerí þar sem byrjað var að vinna vörur úr hreindýralegri og ull fyrir 3 árum. Það byrjaði sem pröfur og svo þetta smá þróast. Nú sem var þessi stóra hatta, kaupa menn svona stóra hatta? Já, þeir hafa verið mjög vinsælir. Seldist mikið af þeim í fyrra sumar. Alls konar veski líka og slikt. Er engin takk fyrir því hvað þetta er að sem úr hreindýra skinnum? Nei, það held ég ekki. Það er bara hugmyndaflugið. Fljótsdalsheiði fyrir ofan bæinn. Þaðan eru þeir að koma Aðalsteinn Jónsson bóndi og nokkrir vinir hans sem hafa ákveðið að hjálpa honum við að ná sér í hreindýr til þess að gera þau að húsdýrum í Klausturseli. Hugmyndi hjá okkur er að temja þau og þannig að sé þetta líka, þannig að sé þetta beita þeim fyrir sleða og jafnvel að leggja á þau. Þá getið þið verið með jólasveinaland hér sem samlíða stundir sem að tekur öllum jólasveinalöndum á Norðurlöndum fram. Já, hvers vegna ekki það? Verða menn ekki að reyna að leita einhverja leiða út í þessum dreifðu byggðum eða að halda þeim í byggð? Við ætlum að fylgjast með hvernig gengur næsta árið en hreindýrin eru mjög stygg. Jökulsá á Dal er í klakaböndum. Langt fram eftir öldinni lágu kláfar yfir hana að bæjunum við austanverðan dalinn. Einum þeirra, kláfnum við bæinn Merki, er haldið við til minja forna tíð.
Þetta var eina samgönguþekki hérna á bæinn og ég man mjög vel eftir því. Hér sóttum við á póstinn, fór hér yfir og náði póstinn oft sem var yngri. Varstu aldrei hræddur eða hætt komin eða eitthvað? Nei, maður ólst upp með þessu, þetta kom að sjálfu sig. Já. Maður ólst upp með þessu og þetta var bara, þetta var samgönguleiðin. Jeppinn sem til var á heimilinu, hann var hérna hinum megin við ána, þessum hérna. Já. Svona umferðar megin má segja, frá því kannski í október og haustinn til maí og vor. Já. Oft. Upp á þennan steypta stöpuluði brúnni kemst áinn á sumrin. Kláarnir voru notaðar við alls kyns flutninga, til dæmis áburðarflutninga á vorin eins og það hefur nú verið þægilegt og ótal sögur kunna menna viðskiptum sínum við þá. Það var hér onni í gilinu einu sinni við vorum að fara sennilega með þar í Egilsstaði eitthvað. Fjölskyldan, við vorum 4 og þegar við förum og erum að byrja að fara onni í kláin hérna hinum við vörðuna þá missir móðum í hvítan vettling. Hérna yfir og hann dettur, lendir hann á kletti hérna, hann lítur í ánni eins og núna. Hann lendir á kletti hérna onni. Og það er náttúrulega ekki spáðið það meiri, vettlingurinn bara farinn og við förum hér yfir og erum að labba upp brekkuna hérna hinum einn að bílnum sem var hinum einn. Þá sjáum við að stingur sér hrafn onni í gilið hérna niðri og við förum eitthvað að fylgjast með þessu. Hann stingur sér onni, niður á klettin, tekur vettlinginn, skilur hann eftir hérna upp á. Og við fórum bara yfir tilbaka aftur og flottum vettlinginn. Ég man sérstaklega þessu hvítur hanski, ég hef ekki verið nema kannski 5-6 ára þetta. Svartur hrafn með hvítan hanska? Já, þetta var sérstök sjón. Sonur Stefáns sýnir okkur klettin þar sem vettlingurinn lenti. Í sumar ætlum við að endurnýja kynni við Kláfa og Brýr, en nú ferum við aftur í land til að hyggja því sem þar blasir við. Jökuldælingar hafa alltaf verið stoltir af því að hafa ákveðin sérkenni og sérstöðu sem markast af því hvað þetta svæði er langt inn í landi. Þar er yfirleitt úrkomu lítið og til dæmis hafa bílar enst þar miklu lengur en í öðrum byggðarlögum. Þeir eru líka skemmtilega sjálfhæðnir jökuldælingar og kveðskapur hins brottflutta Hákonar Aðalsteinssonar ber þess merki. Sjaldan á Jökuldal bændunum brá og blikaði dagur við ský og glampandi sólskinni gæðist á skjá það gátu hvílst fyrir því og þó að þær herjuðu harðind og böl og hrímað og glugga og dyr þeir drukku sitt sterka og staðgóða öl og stóðu svo rétti sem fyrr. Þetta er miklu einstaklingar hér. Já, sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæðar og ákveðnar skoðanir. Það er alveg óhætt að segja það. Einhverju sagði mér það að ef að einhverju lögfræðingum dytti í huga að koma til þess að þorrablót hjá jökuldælingum þá myndi hverður að hafa mál með sér heim. Já, það sagði einn eftir bara eitt þorrablót þar. Hann sagðist ef að tækifæri gæfist þá sagðist hann sennilega myndi geta höfða 26 meiðyrðamál eftir þorrablótinu. Já. En það datt einhver náttúrulega til hugar að gera neitt með það. Þetta er bara hluti af þessari menningu. Þetta er menning, já, og ég held að þetta sé mjög góð menning því að þarna er hreinsað til einu sinni á ári og ekkert látið sem sagt í friði. Það er engu stungi undir stein. Því að það sem menn kannski hafa, ef menn hafa lent í einhverju hremmingum á árinu, þá kemur það allt fram á þorrablótinu og það er ekkert skafið utan að því. Og þar með getur maður bara að byrja nýtt ár með eitt blað. Já, eitt blað. Þetta er eins og að skrifta. Þetta er bara eins og að skriftuð kirkja fyrir páfanum og þarna er skriftað á þorrablótinu. Og til dæmis þegar Hákon kom í Fljótsdal, það þurfti ekki nema einn jökuldæling. Hann var til þess að spilla fyrir samstarfi þar og þar logaði ildinnum og eftir. Þetta er nú að jafna sig þar. Á bænum Brú býr raskleika fólk. En það var skorið niður gegn riðu fyrir 18 árum og það var mikið áfall. Svo kom kvótinn, sauðfé fór úr 500 niður í 290. Bóndinn hefur orðið að vinna langt frá heimilinu og húsfreyjan að vera bóndi. Hún ók til dæmis nýkeyptið dráttarvél frá Reykjavík og austur. En nú er komin upp riða í annað sinn og nú er verulega svart framundan á Brú. Ég sé ekki að þeir séu skrefinu nær þessari riðu núna í dag að þeir voru fyrir 18 árum síðan þegar það var lóa hérna. Það er ekkert nýtt. Hún er að koma hér upp á öðrum bæjum líka? Já. Þessi byggð stendur að þínu mati svona tæft að það er þröng hér hjá sauðfjárbændum að þetta er bara banahöggi. Já, þegar mann geta ekki lifað af þessu öðruvísi en að vera allt árið meir og minni burtu með. Já. Hún var nýbúin að bjarga 2 hrútum af fjalli, dauðastund persónulegra vina í nánd
óseljanlegar fasteignir, ævistarfið í rúst. Já, vandamál stórra svæða á landsbyggðinni sjást hér í hnotskurði. Nú treysta menn á að Jökulsá verði sá faratálmi sem riðan komist ekki yfir og frá brú höldum við inn í syðstu byggðina hér, suður í Hrafnkelsdal. Þar eru 2 bæir, Vaðbrekka og syðsti bærin Aðalból. Þetta er svo byggð á Íslandi þar sem lengst er að aka til sjávar, meirinn 110 kílómetrar. Á Vaðbrekku búa Sigurður Aðalsteinsson og Eva M. Magnúsdóttir með börnum sínum, Sigríði, Aðalsteini, Steinunni og Guðrúnu. Eftir gegningar ætlar bóndi á refaveiðar upp á heiðarendan á Fljótsdalsheiði og við fáum að fara með honum. Þar hefur hann haft æti sem agn hjá sjómars endurvarpsstöðinni þar. Hann var á vertíð í Bolungarvík þegar hann hitti Evu sem var þar fædd og uppalinn. Hún segist alltaf verða Vestfirðingur og það er sitt hvaða vestar sem hún hefur haft með sér hingað í þess að gerólíku byggð. Fyrst ég kom hérna þekktist ekki skata en nú er þetta að fara að vera á flestum bæjum núna hérna fyrir. Já. Þetta er bara að verða svona allsherjar matur held ég. Já. Hjá öllum. Hjá öllum. Skatan. Hún er að leggja upp í 70 kílómetra ferð á Kóravíku. Það hefur aldrei verið hérna neina ófær hérna eins og var fyrir vestur. Þú veist, maður kemst alltaf. Já. Í burtu. Einhvern veginn. Já. Og ég er ekkert inn í lokuð eins og hérna fyrir vestur. Þú veist, þá kannski, maður komst ekki kannski einn á Ísafjörðu vikum skiptir alveg. Hérna kemst ég bara hvenær sem ég vil. Það verður að halda refnum í skefjum, segir hann, annars leggst hann bæði á fé og hreindýr, ótrúlegt en satt. Við erum stattir hérna sem sagt í dalnum sem er fremstur allra eða efstur allra. Er það kannski þetta nána sambýli við alla þessa lifandi náttúru sem heldur upp við efnið? Ég held að það sé svona í og með, þá er það og þetta er geysilega gott og lærdómsríkt að búa hérna nálægt þessum víðáttum og ég hef alltaf verið það frá því að ég var smá patti og við strákarnir hérna á bæjunum í kringum höfum alltaf verið mjög miklum tengslum við náttúruna og höfum lifað á henni að mörgu leyti og við lifum á henni raunar því að við erum hér sauðfjárbændur og hérna og það er það sem að gefur hérna til dæmis bara okkar lífsviði væri sem sauðfé, það gengur hér og býtur gras út í náttúrunni og við verðum að passa upp á það að náttúran ganga það vel náttúrun að við göngum ekki á þetta lifibrauð okkar. Bráðum kemur vorið, þótt enn sé allt frosið úti, til dæmis göngubrúin einstæða yfir ána ofar í dalnum sem illviðri vetrarins hafa leikið illa, verður væntanlega komin í lag þegar áin hefur rutt sig. Hér skammt frá hittum við systkini frá Aðalbóli. Hvað varstu gaman til að sá sjóin í fyrst kitt? Já, nú þori ég ekki að fullera hvað hefur þá verið gaman. En það geti hafa verið þegar ég kom til Reyðarfjarðar líklega og fermingaraldur eitthvað svoleiðis. Nú það er svo seint. Svo þetta er svona sérkennileg upplifun að sjá sjóin í fyrsta sinn.
Já, stóra vatnið eins og, eða pollin eins og sagt er einn jökuldælingur hafi sagt þegar hann sá sjóinn. Þú ert að fara á söngæfingu? Já. Er það skemmtilega hérna, þessi félagskapur í sambandi við slíkt? Já, við förum einu sinni í viku og æfum. Þetta heitir Kór Norðurfjörðars og við erum að fara norður á Þórsörn og Vopnafjörði næstu öllu. Það ferðist mikið? Já, við höfum svo mikið farið langt. Við fannir á Borgarfjörð og Vopnafjörð og svo sem ekki á Eilstöð. Hvað æfið átt? Einu sinni í viku. Nú ætlum við ferðalag í Kverkárlón, Kverkfjöll, Hvannalindir og Íshelli í Brúarjökli. Við lítum á náttúruperlurnar suður á afréttunum og förum í fylgd með nokkrum áhugamönnum hálendisferðir með Fjalla, Eyvind sjálfan, Birgi Brynjólfsson í broddi fylkingar, ökum allt inn á Brúarjökul, þar sem hverskins ísmyndanir gleðja augað og skreita forgrunn þess svið sem hefur Snæfell og fleiri fjallajöfra að bakgrunni. Við byrjum á Kverkárlóni en úr því kom mikið hlaup í fyrra og við sjáum fólki hérna, það er eins og smá pöttur við hliðin á margra tuga metra háum jökum sem þarna eru eftir hið mikla flóð sem fór allarlega niður í Jökulsá og fjöllum og það getur manninu þarna undir þessum háa jaka. Mannskepnan verður óskup lítil í samanburði við þessi ógnarflykki sem þarna ultu fram í þessu mikla flóði. Og það er hægt að fara inn í þessa jaka og undir þá. Það eru alls konar völundarhús og það jafnvel á mörgum hæðum. Og þarna hefur oltið niður snjór og orðin eins og hvítur lakkrís. Hverskins ísmyndanir og snjómyndanir sem gleðja augað svo klukkutími skiptir ef maður hefur tíma til að staldra svo lengi við. En það langar mann. Hér er óþargöng, fagurlega skrift. Það er ekki kotvísað. Ferðafélagið þurfa ekki að fara til útlanda. Ég meina, við hefum allaka geimstinu. Já. Hæ? Hérna þú búin að finna einn? Já, hvort ég. Það er stafnett. Já, ég er það. Hvað segir þú samanburðið með Skeiðarsand? Þetta er flottara. Við ætlum í Íshelli í Brúarjökli en Fjall er samferður að hér sé miklu stærri íshellur en þar. Einhvers staðar fór vatnið. Já. Það er hellir þar. Já. Það finnum hann ekki. Svo við munum aldrei finna alla íshella Vatnajökuls og hans skriðjökla og við munum alltaf eiga vona á því að það komi nýjir og nýjir. Það er nú líklega maður. Það liggur 150 kilometra langur frá Grímsvötnum og niður til. Það er nú gaman að kíkja á hann. Já. Jökuldælingar telja Kverkfjöll sem teygja sig upp í 1920 metrum hæð vera á endimörkum hreppsins í suðvestri. Þar hafa austfirðingar þjónustu við ferðamenn í Sigurðarskála sem nú hefur verið stækkaður verulega með veglegum borðsal vegna vaxandi ferðamannaströms. Þetta lítur glæsilega út en er hægt að fjölga ferðamennu hér enn frekar. Já, ég tel það og landið hérna þolir meiri umferð hefur hún verið skipulögt þannig að það á að vera hægt að bæta við umtalsverðu að ferðafólki hérna við sumartíma.
Geymum Kverkfjöll til sumarsins sem fyrir tilbaka Hvannalindur, þar sem fjallaeyvindur lifðu á sínum tíma við ótrúleg kjör í 750 metra hæð yfir sjó. Hvernig var þetta hægt? Hann gat það, hann var, ég kalla hann eina konung Íslands sem til hefur verið. Hann gat það, hann kunni það, hann var skynsamur. Hér eins og þú sér þá ekkert að sjá. Það vatnið hérna og það hvannirnar. Það einkenni við alla hans staði þar sem hann dvaldi, því hann þurfti ekki meira. Okkur finnst afrek að koma hérna keyrandi sko ég vil helst hafa 32 stegi hit einn í bílinn hjá mér sko. Já. Og hann var mjúkan. Já. Okkur finnst við að vinna afrek. Já. Það merkilegi menn. Já, voðalega merkilegir. En við erum ekki neitt með hann. Áður en við förum í Dimmugljúfur tökum við smá útúrdúr því að Brúarjökull ekki bara frábært útivistarsvæði ofan ís ef svo má að orði komast. Nýfundin íshellir í honum með ótal sölum og hvelfingum 300 metra langur og einnig nokkrum opum upp í gegnum íshelluna. Þessi hellir tekur öllu fram sem menn þekkja hér á landum þessa mundir. Með öllum sínum kristall og litbrigðum hann ævintýraland og gósenland fyrir ljósmyndara. Víkur þá sögu að ferð á 2 flygildum í Dimmugljúfur í nóvember 1995. Víðir Gíslason flugmaður á Akureyri kom á flugvél sinni TF-Leo til Hornafjarðar til að fylgja fisinu Skaftinu þaðan yfir hálendið og fylgjast með ferð þessum gljúfri. Hér komið við Vatnajökul, Snæfell hægra megin, Herðubreið vinstra megin og gljúfrin mitt á milli. Svo komum við nær, sjáum farveg Jökulsár og gljúfrin fjær þar sem þau liggja meðfram svonefndum Kárahnjúkum. Hér möguleikar á að sökkva ánni með því að gera stíflu við syðri Kárahnjúk sem nær okkur núna hægra megin á myndinni. Með stíflu við hnjúkin myndi gljúfrið fara á kaf hérna með við hnjúkin en dýpsti hlutin fyrir utan haldast óhaggaður. Eftir að hafa kannað gljúfrið í nokkur ár bæði gangandi á báðum börmum þess og skoða það úr lofti öllum skilyrðum fullnægt. Það lítið í ánni, engir fuglar, stafalogn, samráð við loftferðaeftirlit. Dagurinn svo stuttur og tíminn svo naumur að það gefst ekki tími til að taka lifandi myndir stund. Dæmið gengur upp þennan dag, auður melur sem hægt að lenda báðum flugvélunum á austurbanmi gljúfursins og þá var að gera sér kláran, fara í fótgalla, vindbandstæki í fangið og fest lítil víðlinsa fyrir ofan höfuðið. Þótt vængurinn á fisinu sé álíka stór og á lítilli flugvél það aðeins 120 kíló á þyngd. Þess vegna mjög hægflegt og lipurt. Ef vélarbyrðum verður ofan í gljúfrinu einn maður í þessu lifraflýgildi betur settur en 3 menn í þyrlu. Í fyrsta sinn lítur mannlegt auga þetta stærsta og dýpsta gljúfur Íslands í heild í návígi.
með alltaf 220 metra háum hamravegg. Hér rekast á sjónarmið þeirra sem vilja nýta bestu virkjana möguleika Íslands sem hér eru og þeirra sem vilja alls ekki leyfa neina virkjun á þessu svæði. Þannig að þið viljið sérst engar slíkar virkjanir á öllu svæði? Ekki neinustu. Sérðu fyrir þér að ferðaþjónustan muni geta farið eitthvað í áttunar? Ég held það og fyrst og fremst eru þessar virkjanir ekki eilífar. Það er líftímið er ekki 100 ár og þá eru lónin full og ekki tægt að gera meira þannig að en hagsmunir ferðaþjónustan lá væntanlega meira heldur en 100 ár. Já, þetta verður náttúrulega tíminn að leiða í ljós ef að þetta mjög hagkvæmt fyrir þjóðarhag að ráðast í þetta út af möguleikum á sölu á raforkunni og nú það verður auðvitað að skoða þetta í tengslum við ferðaþjónustu og sitthvað fleira og vissulega hlýtur að þurfa að leita samkomulags þessi mál eins og flest önnur mál í samfélaginu sem eru svona stór og mikilvæg. Ef við setjum okkur svona áætlun til þess að vinna eftir og náum samkomulag það, þá þarf auðvitað að taka þarna inn alla þessa þætti, eins og til dæmis ferðaþjónustuna og það að við auðvitað fórnum ekki því sem er óbætanlegt, það er nú eitthvað því sem mér finnst vera mikilvægt, og svo það að við verðum líka að huga því að ég hygg að það sé rétt með farið að hér á Íslandi sé núna stærstu óbyggðu víðátturnar sem til í Evrópu, það sé ekki annars staðar, meira ósnortið land heldur en hér hjá okkur og það er líka verðmætt. Við erum aðeins hálfnuð að ferða okkur þetta stórbrotna en lítt þekkta landsvæði. Í síðari hluta þáttarins kynnumst við fleiri dásemdum þessa sumarlagi og sjáum sumt í allt öðru ljósi. Þá veltum við frekar fyrir okkur spurningunni sem vakna nú. Fyrst allt þetta er innan hreppamarka eins fámenns sveitarhrepps, hversu miklu meira land og verðmæti eigum við þá ekki allir Íslendingar? Þetta undra land sem okkur
kristallfar út í auðninni öðlast þú algleimi sem einn í alheimi, 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 alheimi. Út í auðninni öðlast þú algleimi sem einn í Við þetta straumharðasta og gruggugasta vatnsfall landsins hefur markað líf þess og kostað mannfórnir. Við eigum land á hjara veraldar, þetta undraland sem okkur gefið var. Bæði bjart og dimmt, með brunagat og ís, já bæði hlýtt og grimmt, ó svo hlýtt og grimmt, bjart og dimmt. Í djúpri þögn drottni þig hræðanar, hóræð dular mörn, tegur þinn kristallfar, út í Við erum hálfnuð á sveimi okkar innan marka Jökuldalshreps sem 140 manna sveitafélag og við sáum hér á undan nokkur dæmi úr vetrarferðalaginu okkar sem að baki. En nú að koma sumar. Fá sveitarfélög hafa innan vébanda jafn fjölbreytta brýr. Þetta svo nýjasta á hringveginum yfir Jökulsá og Brú. En ferðamenn sem bruna eftir hringveginum yfir Gilsá taka ekki eftir því að það önnur eldri brú undir nýju brúnni og leifarnar af þriðju brúnni og elstu má sjá á sama stað ef vel að gætt. Þetta alveg einstakt. Við höfum áður skoðað hérna stórmerku brú yfir Jökulsá við bæinn Klaustursel, brú sem var keypt í New York árið 1906 og dregin á hestasleðum frá Vopnafirði og alla leið hingað. Við bæinn brú einn af mörgum kláum hér í sveit. Árið 1945 var það óhapp að Páll Gíslason og Aðalbóli féll úr þessum klái þegar verið var að flytja honum vörur. Þegar hann að fara yfir kláfinn til þess að taka móti vörunum, þá slitnar annar kaðalli sem heldur kláfnum uppi og hann hvolfist úr honum og maðurinn fer beint á höfuðið þarna niður í ána. Ég sá vírinn slitnaði rétt við nefið á mér og hann hlykkjaðist út og maðurinn fór beint á hausinn niður í ána. Og lengi fannst mér hann nú verið í kafi og okkur bræður þeir komu til mig strax og við horfum svo eftir því, hann kemur svo og skýtur svo upp, sjálfsagt tiltölulega fljótlega þó okkur þetta langt og
hann tekur svo sundið, við fylgjumst alveg með því að hann þreytir það mjög mikil hörku greinilega. Já. Og þetta var heilmikið spenna að vita hver hefði betur. Það var talsvert meira vatn í ánni þegar þetta gerðist en á þessari mynd. Fyrir slysið hafði Páll skoðað strauma í ánni og hugleitt hvað hann skyldi gera ef óhapp yrði. Honum tókst af harðfylgi að nýta sér þetta og komast upp á klöppum 300 metrum neðar. Það var strax gert við kláfinn en þegar Páll fór í hann aftur tók Aðalsteinn eftir því að hann tók fyrst af sér þungu stígvélin reynslunni ríkari. Enn má sjá suma kláfana yfir ána, til dæmis við Eiríksstaði, og það voru ekki allir jafn lánsamur og Páll, því að margir menn fórust í kláfunum á þessari öld. Það var þungfórn og Stefán Ólafsson lýsir slysið sem varð í kláfnum við Merki. Hann var lægra, stóð lægra í gilinu og hann fórst maður í honum, hann fór í ána. Vorlega í miklu leysingum, gríðarlegt vatn í ánni og hann kallaði á kláfinn, þá var kláfinn alltaf bundinn hinum megin. Já. Og hann var ákveðinn, kallaði á kláfinn, fekk hann yfir og hann fór út á miðja ána og það fór kassi inn í. Byggðarlög eiga sína tónlistrétt eins og þjóðlönd. Frægustu tónar úr Jökuldalnum eru vafalaust þetta lag sem við heyrið eftir Jón Jónsson frá Hvanná sem greinilega hefur mótast af návistinni við náttúruperlu dalsins. Katarína stúlka mín, já grátur með mér gullnum strengir, hvítarar og mandurinn. Ó Katarína, Katarína, Katarína stúlka mín. Já, tónar ástar og frjósemi hljóma hvarvetna í þessum dal. Blómin og býflugarnar og allt það á hverju strái í orðsins fyllstu merkingu. En þessi tónar, ástar og frjósemi, hafa líka í gegnum aldirna fengið á sig broslegar myndir hér slóðir. Hákon Aðalsteinsson frá Vaðbrekkur kam frá því að segja. Það var þannig að þeir voru þá á hreppsnefndarfundi út í Hoftey á Jökuldal. Þetta einhver tíma sennilega í kringum 1850 og þá var það vinnumadur í Hoftey sem Eiríkur hét og hann var dálítið góður með sig og þeir fara nú strax að gera svona hálfgett grín að hann hafði verið að snala í heiðin allan daginn og kom og lét mikið eftir hvað hann væri búin að fara víða og væri ekki þreyttur. Þeir byrjaði þá að tala við hann og segja hann við skulum gefa hann spesíu ef hann fari inn í Hjarðarhaga sem þarna 5-6 kilometrar sunnar og hitti það vinnukonu sem Þuríður hét, það kölluð Sperriró og leggi þá þegar hornsteinan í Jökuldalngi. Já. Og spesía var heilmikill peningur. Spesía var tölur peningur þá. Svo Eiríkur sá nú þarna strax að hann gæti haft tekjur og skemmt hann af þessu öllu saman svo hann snaraðist á stað bara þá þegar kvöldi. Kom svo aftur seinna og sagðist að við hitt þurr í Sperriró í Talaðanum í Hjarðarhaga og þar hefði hann unni fyrir spesíunni. Svo mikið víst að 9 mánuði seinna þá átti Þuríður barn og það var stúlka, hún var nefnd Ingibjörg og kenndi Eiríki smalamanni. En Ingibjörg, hún komst til ára en ekki náttúrulega það mikils vits að hún geti talist matfinningur. Svo hún var á framfæri hreppsins. Og hreppsnefndinni þótti þetta nú einlega slæmubúrningur þegar frá leið og spesíun illa varið. Þeir sátu uppi með sveitarámagan og svo liðu tímarnir og alltaf lifði Ingibjörg. Og þegar hún var 94 eða 5 ára held ég megi segja, að þá loksins gaf hún upp höndina og þá gátt þið strikað út elsta útgjaldalið í hreppsbókum Jökuldælinga og þar með voru þeir búnir að borga loksins spesíu Eiríks Smalamanns.
með dráttarvöxtum í þess á fyrstu merkingu. Já, það víst ábyggilegt. En þetta var dálítið dýrstæmi og þeir héldu þessu ekki mikið á lofti. Komum nú aftur til Vaðbrekku. Foreldrar Sigurðar bónda eru hér í heimsókn og Sigríður Sigurðardóttir móðir hans á ferð. Þetta hresst fólk. En nokkru fyrir sunnan bæinn, þar sjáum við einstæða göngubrú yfir ána. Hún 43 metra löng, þannig eru fjárhús handan árinnar. Brúin hafði örmjó til þess fjúki síður í sviptivindum vetrarins og aðvarstir smiður gengur yfir. Til þess að það nýttist almennilega og væri notað þá þyrfti ég að fá svona brú. Og þetta var aldrei teiknað, heldur var þetta bara smíðað. Og á Vaðbrekku þá elst fólkið frá blautu barnsbeini upp við það að gangi við þessa brú örugum skrefum. En nú skulum við koma í ferðalag frá Vaðbrekku. Við ætlum að sveima þaðan heiðarlöndin fyrir vestan og sunnan Jökuldal. Á Jökuldalsheiði var fyrrum byggð í meir en 500 metra hæð. Hún fór í eyðum miðja öldina og nú ríkir þar fegurðin ein, fjallaföttin fagurblá, krýnd af Snæfelli. Á fáum stöðum á landinu fá menn eins glögga hugmynd lífsbaráttu forfeðrana eins og hér. Þetta í Sænautaseli, þar sem bær og brú hafa verið endurreist. Margir setja byggðina sem þarna var í samband við Bjart í sumarhúsum í sögunni Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness. Því andmælir maður sem hér var fæddur og alinn upp fyrstu æsku árin. Það var svona skiptust á skinn og skúrir eins og nærri má geta. Þetta nú hábyggð hérna 530 metra hæð hér. Ja. Þessi goðsögn Bjart í sumarhúsum, hún ekki rétt því að bæði var að hér skeða aldrei neini svipaðir atburðir eins og hjá Bjart í sumarhúsum. Og svo líka heiðin hérna, þetta heiðasvæði, það ekki svona korstaríft eins og virtist vera landsvæði hjá Bjarti. Hér miklu skára land heldur en að Bjartur virtist þurfa að búa við. Já, Laxness staldraði hér bara einn dag við. Hér líka veiði í vatnunum, en það má einnig nefna endurreistar nytjar þessa svæðis í fjallagarasa tínslu heimis Þórs Gíslasonar og konu hans Sigríðar Herdísar Helgadóttur. Þau eru norðar á heiðinni, tína á sumrin og verka svo grösin á veturna. Og hér gósenland, því að geislavirkni á Íslandi 1% miðað við það sem í Noregi til dæmis, og þetta sjálfbær tínsla. Þar með þess að grísja. Þessi planta, hún hefur enga rætur, það er hálf broslegt þegar fólk að spyrja hvort að ég rífi grösin upp með rótum. Það enga rætur á fjallagrösum. Þau hjónin tína það bil 1 tonn á hverju sumri. Og það talið að verðmæti tífaldist við það að vinna úr fjallagrösunum ýmsar afurðir og að Íslendingar eigi möguleika á því að auka verðmæti fjallagrasa upp í 100 milljónir á hverju ári. Úr þeim unnin grasagrautur, fjallagrasamjólk, snafs eins og fæst í Fríhöfninni og til dæmis hálstöflur, soprano og svo brauð. Fallegt. Og það jafn gott og það fallegt? Já, það það. Við erum stödd í bakaríi og apóteki hreindýrana. Kannski kemur jafnvel einhvern tíma skógur hérna aftur, en skógabændur fyrir austan bölvar hreindýrunum sem éta stundum megnið af því sem þeir gróðursetja og hér lesin baráttu óður skógabænda.
Áfram skal ótrauður halda, elja mín seintferður metin, þó árlega afköst og tekjur upp verið slitin og jetin. Það göfugt að græða landið og gleyma daglegu brauði, ganga svangur til sængur og safna ekki miklum auði. Það göfugt að vera góður og geim ekki digra sjóði, bera sitt ok með brosi og bölva aðeins í hljóði, ætíð ótrauður standa undir lífsbyrði þungri, dásama dagsins annir og deyja sáttur og hungri. Arnardalur heitir þessi gróðursæli dalur hér, varinn á alla vegu, auðn allt í kring og ákala fáir sem hafa komið hingað eða vitum tilvist þessa dals. Hann er suður af Möðrudal og þangað flúði fólk vegna svartadauða á sínum tíma. Þetta er frábært lónstæði fyrir virkjanir, en þá yrði sökkt ferskvatnslindum og í gestabók í Sæluhúsinu hafa mælingamenn ritað tilfinningaþrungnar hugleiðingar. Komum hér við í könnunarferð Arnardal og nágrenni. Við erum að skafa jörðina, leita að efni í stíplur svo að drekja megi Arnardal í virkjunarlóni. Það er böðulstarf. Ágirnd líðu oft skal villa, auðs þeim stýrir pungur, reytum unaðs á að spilla, minn hugur þungur. En virkjunarmöguleikarnir í Arnardal eru þó smámunin með við Dimmugljúfur. Dimmugljúfur eru 15 km löng og í þeim er einfaldlega besti virkjanakostur landsins. Í vetrarferðalaginu okkar sáum við hluta gljúfrana, en við höfum í raun ekki séð neitt sem skiptir máli, því að gljúfrin eru heill heimur og hafa hamskipti eftir ástíðum. Til dæmis sáum við ekkert af ysta hluta þeirra, sem stundum er kendur við Hafrakvamma, sem eru þarna á vinstri barminum og fáir heimamenn hafa séð og þá aðeins að hluta. Við skulum byrja á að fara í bíltúr, hinn fyrsta sem farin er þarna inn. Þó að nú sé minna vatn í ánni nokkru sinni á árinu, að þá er það svo mikið að bíll Sigurðar Aðalsteinssonar fer á bólakaf og það er með herkjum hægt að ná honum upp úr. Og Sigurður verður að vaða þarna í köldu vatninu, en við höfum séð heim sem enginn hefur séð áður með þessum hætti. Og þarna eru frábærar bergmyndanir, stuðlaberg, gat, klettar, strítur. Já, ég hef oft hugsað það að koma hérna á vélknúnum tæki. Ég hef nú mest verið hérna færast á bökkunum, elta og rollurassa hér og ég hef séð þetta gil, ég hef ekki komið svona nálægt og ekki ofan í það og eftir því, ekki fyrir núna. Og þetta er stórkostlegur heimur að fara. Komin í Þjóðleikhúsið? Nei, miklu stærra musteri höggmyndalistar skaparans með 220 metra háum gljúfvegg. En nú er komið tími til að skoða miðhluta Dimmugljúfra almennilega í fyrsta sinn, fara í gegn þarna niðri og sjá hvað býr raunverulega í hinum ókönnuðu undirdjúpum. Í staðinn fyrir fiskiskaftið fáum við lána fis af sömu tegund í eigu Guðna Þórarinssonar bónda í Máseli og nú verður tekið mynd með fullkominni myndatökuvél alla leið niður eftir.
Lítum að lokum á efri hluta gljúfranna sem verður sökkt ef virkja verður. Nei, segja náttúruverndamenn, en virkjanamenn benda á að stífla og góður vegur að henni muni opna þá gersemi sem ytri hlutin fyrir ferðamenn. Þeir getur hort af stíflunni og gengi niður á barminn, hægt sé að stöðva rennsli í ánni svo auðvelt verða að fara þurrum fótum inn í gljúfrið. Nei, segja náttúruverndarsinnar, stífla og lón hérna við Kárahnjúk, það raskar öllu yfirbragði svæðinsins og það má ekki sökkva þessum gljúfrum sem við sjáum hér. Komum þá neðar. Það ekki fyrir maður kemur ofan í dimmugljúfur sem að gera sér grein fyrir stærð þeirra og mikilvæg og sér eitthvað af þeim margvíslegu tilbrigðum sem þau bjóða upp á. Landsvirkjun hefur lagt að jeppaveg langleiðin að eystri barminum þar sem besti útsýnistaðurinn. Hvíti depitir þetta niðri, það Friðþjófur Helgason á leið niður í gljúfrið. Sjáu hvað mannskepnan lítil í samanburði við þessa trölla smíð, mann verður bara hreint orðfátt andspænis þessu snildarverki náttúrunnar og verður helst til þess að grípa til að bregða á leik með myndum og tónum. Enn ótaldar sumar helstu gersemar innan hreppamarka Jökuldalshrepps. Á leiðinni upp með Jökulsá á fjöllum blasa æ meiri andstæður við. Gróðurvinnin í Hvannalindum í 750 metra hæði við sjó með ólíku yfirbragði miðað við það sem þar var í vetur. Þegar maður undraðist hvernig í ósköpunum fjallaeyvindur gat lifað á þessu stað á sama tíma og fólk gat varla dregið fram lífið á láglendinu. En nú liggur leiðin að þeim stað á Íslandi sem Sigurður heitið Þórarinsson jarðfræðingur taldi óviðjafnanlegastan allra, en það eru Kverkfjöll. Íslensk gljúfur, jökullón, eldfjöll og goshverir eiga hliðstæður erlendis en hvergi á jörðinu til neitt sem líkist Kverkfjöllum. Þau eru útvörður Jökuldalshrepps í suðvestri og þegar farið var að ráðum Sigurður á sínum tíma og þessar myndir teknar kom meðal annars þetta í ljós. Neðst undir skriðjöklinum volg á í íshelli sem hægt að baða sig í. Og svo, Hveradalurinn efst, í einum punkti hájökull, jökullón með ísi og sjóðandi hverir í dal sem lokaði með hamradyrum fullum af gufu úr öflugum hver. Hugum að sambúð manns og náttúru, jökuldælingar enn sér á báti, við förum fyrst á hreindýraveiðar á Vesturöræfum. Sigurður á Vaðbrekku og Jón Grétar Vigfússon frá Seyðisfirði eru á ferð. Með veiðunum reynt að viðhalda jafnvægi í náttúrunni með úthlutun ákveðins veiðikvóta og aðeins reyndar skiptur að verki. Og mikið þolinmæðisverk framundan því að óhjákvæmilega kemst styggð að fuglum og dýrum. Þetta getur endað með því að þurfa að skríða heilan kílómetra í lokin til að komast í færi.
Sáum dýrin tiltölulega snemma og hérna það var víst dálítið rjátt á þeim og við þurftum að fylgjast með þeim dálítið tíma og erfitt að því leyti að þetta skríða mikið að þeim og svona færið ekkert sérstakt 170 metrar. Ég hef oft séð það betra en það er ekkert vandamál ef að eru bara réttu tækin til þess að skjóta með þá er það ekkert vandamál. Dýri lá í einu skoti? Já, það er nú, já. Ég hef búin að vera það lengi í þessu að það er meiri átt að slys hjá mér ef það liggur ekki í fyrsta skoti. Árstíðirnar í Klausturseli, fjörugt dýralíf vorið, hreindýr, kálfar og gæsir, refir sem Ólafía freistar með fiskroði sem hún veifar. Minkar. Gæsarunganum Heiðu var bjargað á ósjálfbjargaða heiðinni. Allir á bænum annast dýrin og nú er allt sumari framundan til að dafna og gleðja gestina sem koma. Nú er komin vetur og hreindýrin er orðin stór og komin hátt upp á heiði en þau standast ekki fjallagrösinnar Ólafíu. Þau heita Krapi, Baldursbrá og Sóli. Þau eru ólíki skapi og stundum stríðnið þeim og þegar á að tala við Ólafíu er það ekki vel séð. Það var að stíða þeir? Já. Er þetta Sóli? Þetta er Sóley. Afbrýðisöm. Það er eitthvað. Já. Hver finnst þér skemmtilegastur? Baldursbrá. Baldursbrá? Já. Já. En þér? Krapi. Er krapið þinn? Já, ætlar að eiga krapa þegar þú er stór? Já. Ætlar að vera hreindýrabóndi? Bara á pabbi. Eins og pabbi þinn? Já, ný hugmynd, nýr atvinnumöguleiki, ný framtíð fyrir unga fólkið. Heiðar orðin stór og fyrir en varir er aftur komið vor og sumar og refiti njóta sín. Í þessum fámennarhreppi eru ekki aðeins gríðarleg náttúruverðmæti heldur einnig mikill mannauður og finnst þið finnur svona margt nýtt og stórt í þessu eina sveitafélagi hversu miklu meiri möguleika er ekki að finna ef við skyggnumst að lokum víðar land og áttum okkur á því hvílíkt land og hvílíka þjóð við eigum. Bæði bjart og dimmt með brunagat og ís
Moldir skjálfa, fjöllin stynja, brimið öskrar, bylgjur soga, ísinn í gnestur, eldur logar skær. Svo kemur logn, himinin tár, kyrðin bær, blíður blær. Við erum fljót á hjara vera þar, eigum dýra lag sem okkur gefið var. Eigum íslenskt mál og högustundu á, eigum við eina sál, eina sál. Skriður belja, skúrir fossa, lendur drukna, leftur blossa, hríðin öskrar, haglið lemur, engjur falla, kjörstun krefur bá. Svo kemur logn, himinin blár, blær strýkur brá.